Verið velkomin í HM30. Í dag fjöllum við heimsmarkmið nr. 13 sem snýst að grípa til aðgerða í loftslagsmálum. Já, þetta svo mikið af markmið því að heimsmarkmiðin öll snúast á svo miklu leyti að vernda náttúruna. Já, það satt. Við vitum öll að jörðin að hlýna. Hér nú þegar hlýnað 1,14 gráðu Celsius á síðustu 100 árum. Mesta hlýnunin hefur orðið á síðustu 40 árum og síðustu 10 voru þið heitustu sem mælist hafa. Jörðin að hlýna vegna þess að mannfólk að dæla koltvísýring út í andrúmsloftið. Árið 1950 byrjaði þetta að breytast og síðan þá hefur hitastigið bara hækkað. Og ef við bregðumst ekki við og höldum bara áfram að blása út gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftið á sama hraða og í dag, þá mun hitastigið í jörðinni hækka 3,2 gráður á Celsius fyrir árið 2100. Ok, það hljómar kannski mikið, 3,2 gráður. En ef það gerist listinn af afleiðingum endalaus. Dýrategundir deyja út, gróðureldar aukast, enn fleiri flóttamenn og svo margt fleira. Þetta alvarlegt mál og ég get sagt ykkur það að vísindamenn telja að afleiðingar á frekari hlýnun jarðar verði mun alvarlegri heldur en afleiðingar af kórónuveirunni. Það svakalegt. Nú ég orðin áhyggjufull. En býtu við, það þýðir ekki að hafa áhyggjur. Góðu fréttirnar að við vitum hvað við að gera. Við verðum að hætta að menga andrúmsloftið með of miklum gróðurhúsalofttegundum. Við vitum að við þurfum að minnka lofttegundirnar 7,6% á ári frá og með núna. En eru við að gera það? Reyndar svarið nei. Núna útblástur gróðurhúsalofttegunda að aukast. Reyndar virðist hann að minnka aðeins árið 2020 út af kórónuveirunni eða 6%, sem ekki alveg nógu gott ef við ætlum að ná markmiðunum okkar. En samt í áttina, við þurfum bara að gera betur. En Ísland hlýtur að vera að standa sig vel. Það ekki? Svarið því miður nei. Samkvæmt gögnum Hagstofunnar hefur útblástur á Íslandi aukist mikið á síðustu árum. Þannig að við höfum verk að vinna. Við byrjum strax. Við getum breytt þessu saman. Heyrðu, það bara ekki hægt að minnka útblástur. Allavega ekki við ætlum að halda lífsgæðunum okkar. Ég vil halda áfram að keyra minn bíl, ferðast til útlanda og kaupa allt sem ég vil. Til að útblástur minnki verður framleiðsla að minnka. Og hvað gerist þá? Atvinnuleysi rýkur upp. Ástandið yrði hræðilegt. Það nú ekki alveg rétt. Á síðustu árum hafa nokkur lönd sýnt að hægt að minnka útblástur og viðhalda hagvexti. Það að meira að segja framleiða meira og búa til fleiri störf. Þetta hægt. Já, við þurfum bara að hugsa skapandi og finna leiðir til þess að minnka mengunina. Þora að gera breytingar og þetta mun takast. Við skulum skella okkur á töflufund og taka stöðuna. Hér sjáum við að ef við bregðumst við loftslagsvandanum, þá hefur það jákvæð áhrif á markmið 14 og 15 líf í hafi og á landi. Við komum í veg fyrir útrýmingu, tegunda og fleira. Og þetta tengist líka öðrum markmiðum. Til dæmis hefur verið sagt að ein besta leiðin til að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda sé að mennta ungar konur. Því líklegt að þá eignumst við færri börn og mannkyninu fjölgar hægar. Svo þar með tengist þetta markmiði bæði markmiði 4 menntun fyrir alla og markmiði 5 jafnrétti kynjanna. Já, önnur góð leið að skipta yfir í sjálfbæra orkugjafa sem einmitt markmið 7. Nýsköpun býr oft til sjálfbæra atvinnu og þannig tengist þetta markmiði 9 og svo framvegis. Það má eiginlega segja að öll heimsmarkmiðin tengist með einum eða öðrum hætti við markmið 13. Svona það staðan, en hvað getum við gert? Við krakkar getum haft ótrúlega áhrif, enda það við sem munum erfa loftslagsvandann ef við náum ekki að leysa hann. Gott dæmi áhrif krakka Greta Thunberg. Þegar hún var 15 ára hætti hún að mæta í skólann. Í staðinn stóð hún fyrir utan þinghúsið í borginni Stockholm í Svíþjóð þar sem hún á heima og mótmælti aðgerðaleysi í loftslagsmálum. Þetta var árið 2018. Á hverjum degi mætti hún á sama stað með skiltið sitt og smá saman bættust fleiri krakkar í hópinn. Hún lét rödd sína heyrast og krafðist þess að fólk allan heim hlustaði á sig. Því við búum á þessari jörð og þurfum að standa saman til að breyta ástandinu. Fljótlega voru krakkar út allan heim farin að skipuleggja verkföll og krefja ríkisstjórnir heimsins að axla ábyrgð á því sem að gerast. Greta fyrirmynd. Hún hefur hvatt milljónir manna allan heim til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum, meðal annars með svokölluðum loftslagsverkföllum á föstudögum. Þá hefur fólk á öllum aldri gengið út af vinnustað eða skóla til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum.
Saga Gretu sýnir að raddir ungmenna skipta máli. Þú getur tekið þátt í að breyta heiminum. Auðvitað hvílir mest ábyrgð á þeim sem stjórna löndum heims því að þeir geta gert stórar breytingar. En við getum öll hjálpa til. Já, hér stendur að hafi mikil áhrif á gróðurhúsalofttegundir að breyta mataræðinu og að henda minna af mat. Það breytir líka miklu að keyra á rafbílum, ganga eða hjóla þegar það er möguleiki og nota almenningssamgöngur. Svo getum við haft áhrif með því að láta í ykkur heyra og krefjast breytinga. Verið fyrirmynd eins og Greta Thunberg. Ég er farin að mótmæla. Kemurðu með? Ha? Já, auðvitað. Við krefjumst aðgerða! Já, takk fyrir að horfa. Sjáumst í næsta þætti, eða kannski á næstu loftslagsmótmælum. Býttu eftir mér, ég er að koma.